Komið þið sæl, verið velkomin í þriða þátt í annari seríu af Tefjum tæknina. Ég er nýbúinn að endurreisa tölvuna mína, þannig ég og Sigurður Óli ætlum bara að byrja samtalið upp á nýtt. Hann er sérfræðingur hjá Datalab og ég ætla bara að fá hann aftur til að kynna sig aðeins, af því hann var svona búinn að fara yfir í stuttu máli hvað hann er að gera. Já, ég er Sigurður Óli og er titillinn minn hjá Datalab er vöruþróunarstjóri og ég er svona, við erum í alls konar gervigreindarverkefnum hjá Datalab, annars vegar þessari nýju gervigreindartekni, spunagrindinni og hins vegar það sem er í dag kannski kallað gamaldags gervigreind, það sem er svona spálikun, meðmælakerfi og svoleiðis. Gamaldags. Og ég er svona, kannski grunnurinn mín því sem ég er að gera með teiminu, ég er ekki að forrita lengur. Ég hef svona fundið að ég er, uh, ég er ágættur í að vera þarna á milli tækninnar og því að finna tækifærin til að nota hana og hvernig er best að nota hana. Þannig að það sem ég er að gera í teiminu er svona að tala við viðskiptavini og reyna að finna hvernig við þurfum að hanna lausnirnar og útfæra þær til þess að þeir skapi eitthvað virði fyrir þau sem eru að kaupa okkur lausnir. Um, þannig að það er svona grunninn það sem ég er að gera hjá Datalab ásamt því að ég og Brynjólfur Borgar, framkvæmdastjóri, höfum töluvert verið að fara og tala við aðila og út um alls konar stofnanir og fyrirtæki gervigreind, notkun gervigrindar, hagnýtingu gervigrindar og höfum verið að taka okkur líka ráðgjafarverkefni þar sem við erum að koma inn og kortleggja svona tækifærin og skrefin sem að þeir aðilar þurfa að taka til að byrja að hagnýta þessa tækni, hvaða skref þurfa að taka og hvaða skref sé raunhæft að stefna á að taka á næstu árum. Já, það er, þú sér að því að mann grunnar að sko margir reykvíkingar sem eru fastir í umferðinni eða eitthvað sé að nota interneti, þannig ég slökkti á uh, myndinni hjá mér, bara upp á að lækka bandvítina. En ef við afpökum þetta, en þetta er nefnilega mjög áhugavert sem við að tala um að eins og fyrsta leið var þetta hugtakanótkun, því ég hef nú talað svolítið um það ég hef notað, svona farið að venja mig við að nota skapandi gervigreind, svo er spunagrindin er líka til staðar og mér finnst þetta bara jafn víg sko, það er bara einhvern veginn þannig að það er þessi generative AI sem eru þessi chat GPT og félagar og svo er gervigreind að ég held einhvern veginn að hún muni eiga á uppreisn æru sko. Já, við erum alveg að finna það allavega sko. Ég kem inn í Datalab í júní í fyrra. Já. Þannig að ég kemdi alltaf inn þegar þetta nýja er algjörlega á blússandi uppleið. Um, en þetta gamla er einmitt líka á blússandi uppleið. Það var svona margir verið að reyna að koma þessu að hjá aðlum að nýta þessa gömlu klassísku gervigreind, spálikun og alls konar algoritma. En það er einmitt líka að fá svona vaxandi athygli meðfram hinu núna. Þannig að við höldum að það sé bara rétt að byrja sko. Það er alls konar ónýtt tækifæri og það er orðið dálítið þroskuð tækni að mörgu leyti. Já. Það er svona dálítið ágætlega þekkt svona hvað er hægt að gera þar og svoleiði sko. Hún er náttúrulega líka kannski hefur þessa kosti umfram spunagrindina að það eru mun minni líkur á einhverju svona hallucinations eða uppspuna eða hún getur verið miklu nákvæmari í þeim verkefnum sem hún er þjálfuð til. Já, og það er líka bara sko, nú hefur mikið pælt í einmitt svona óvissu í kringum gervigreindalausnir. Þú veist, það er í eðli gervigreindalausna er að þú ert að fjalla um einhverja óvissu og einhvern ófyrirsjáanleika. Þú veist, ef það væri engin ófyrirsjáanleiki í því sem þú ert að nálgast, að þá getur þú bara búið til forrit sem leysir vandamálið. Þú veist, þá þyrfti ekki einhverja gervigreind til að leysa það, sko. Þá væri þetta bara einhverjar uppsetningar. En með sko gömlu spálikuna og sér talna spálikun til dæmis bara, að þar er vel þekkt hvernig þú ætti að setja upp svona mælikvarða á gæði lausnar. Þú veist að finna eitthvað svona area under curve eða alls konar svona talnaðlegar niðurstöður sko
sko hversu oft þú spáir rétt fyrir niðurstöðun sem þú ætlar að spá fyrir eða hversu langt þú ert frá og svo leiðis. Þannig að það er svona ágætlega gott að, að þróa þær lausnir með einhverju svoleiðis markmiði en í þessari nýju tækni það er ekki alveg komnar jafn svona skýrar leiðir til að nálgast svona óvissu og en það er nú vonandi að þetta eru þetta bara 2 ára gamall bransi eða eitthvað að þróa einhverja lausnir sem byggja á spunagrind, lausnir sem að hugbúnaður sem hugsar með málvíkunum Já, tölvu stundum um, að það er algjörlega svona nýr heimur að þróa svoleiðis hugbúnaðarlausnir. Það virka ekkert sömu aðferðirnar og virka í klassískri hugbúnaðargerð. Þú getur ekki verið með sömu einingaprófanirnar til dæmis af því að það er um, sko litlar breytingar í inputi geta skapað reisastóra breytingar í outputi og, já, já. og jafnvel, núna kom nú nýlega rannsókn niðurstaða frá Mira Murati og félögum að sama input getur sko skilað mismunandi niðurstöðu. Já, Um, þetta er ekki deterministic tækni, það sést, hún er ekki, nei, þú getur ekki framkvæmt, hvað sé ábyrgst það að með sama inputinu eða sama promptinu fáur sama mhm, outputið. já, þannig að það getur verið mjög erfitt en svo er líka bara erfitt að vita nákvæmlega hvað fólk ætlar að hafa sem input. Uh, Nú hef ég töluvert frá því ég kláraði nám og flutti heim 2019 þá byrjaði ég í svona innleiðingu á spjallmennum sem Já, hófu innleið sína dálítið af krafti á þeim tíma enn á Íslandi. Þá með eldri tækni, nú er komin spunagrind inn í það. En þar ertu líka komin með ákveðna svona óvissu sem snýst um það að þú veist ekkert nákvæmlega hvað notandinn ætlar að gera, skilur. Ef þú ert með nei, nei, grafískt viðmót með tökkum og einhverju svona, að þá er svona alltaf endanlegur möguleiki á hlutu sem notandi getur gert. Þótt að getur nú oft fundið upp á einhverju mjög sniðu sem að einhverjum testara var búið að detta í hug. Um, en með svona spjall viðmót sérstaklega, þau eru rosalega erfið vegna þess að þú ert að reikna með því að þú sért að fá eitthvað input frá notanda sem þú hefur ekki pælt í áður og lausnin eigi að geta svarað því og það getur já, verið mjög erfitt svona dansa á þeirri línu að vera búin að hugsa fyrir alls konar möguleikum en þú ætlar samt að þróa lausn sem getur leyst þið ófyrir séða sko. já. Sko, svona spjallþjónarinn á heimasíðum og þjónustum og svona, mér er, sko, ég er ekkert sérstakur aðdáandi af flestum þeirra, sko. Nei, ég veit mjög fáa sem eru Já, sérstakir ég, aðdáendur. ég er aðdáandi, sko, ef að ég sé strax viltu fá samband við mannesku, þá íti ég Mm, eiginlega bara strax á þann napp, sko. já, En í grunninn kannski kemur að því að bæði það að sko, hvað ég segja, uh, ef að þú ættir heimasíðu sjálfur og þú eru með þinn spjallbott á þinni heimasíðu, þá er ég vissum að hann er góður, sko, af því að þú væri sí og endurtekið að bæta hann og brasi í honum og vinna í honum, eitthvað svona. En svo held ég að fyrirtæki og stofnanir sem að fá einhverju gæja inn sem kom og gera einhvern flottan spjallþjón, svo eru þeir bara farnir, sko. mm, Ég held að það sé stundur svolítið svona gert lítið úr því í raun og veru hvað þarf í raun og veru til að halda svona tækni eða svona þróa, þú veist, halda þessum DevOps áfram þegar þú komið já, einhverju lausn í lofti. já, þetta þurfa að vera lifandi lausnir sko og það er nú reyndar um, allavega það sem ég var að vinna með þá var lögð töluverð áhersla á það að þetta væri svona empowering, þetta er svona uh, einhver vald þeirra sem eru í þjónustöðurum, þá voru við að fá fólki í þjónustöðurum til að vera einmitt umsjónarmenn sko, til þess að þurfa ekki að treysta á einhverja tæknimenn til að gera breytingar sko. Og það er með svona lausnir, bara allar lausnir sem hún þróar, að það er svo mikilvægt að vera með einhvern sem að annarkvort notendur eða þá sem eru sko í þessu tilfelli að veita þjónustuna og vita nákvæmlega sko
hvernig á að svara hlutum og hver vandamálin eru. Mhm. Það er mjög erfitt að þróa lausnin í einhverju tómarum að þess að vera í sterkum og stöðum tengslum við þá sem eru að nota lausnina. Já, og þarna náttúrulega kemur maður svona inn akkurat á þetta að það er náttúrulega hægt að kenna fólki uh, að nota þá spunagrind generative AI til þess að hjálpa sér að þróa hana áfram. Mm, Það er það sem ég finnst svo skemmtilegt við þessa tækni að maður getur bara aðlaga hana að því verkefni sem maður er að vinna að sko. mhm. og, Já, og og, og það eru náttúrulega sko líka möguleikar í því að hérna, einmitt þegar fólk fer að geta aðalað eins og segir að því verkefni sem þú ert að vinna að það var nú áhugavert að kom greining á árinu sem við kölluðu hérna AI Productivity Paradox já, sem fjallaði um það að það væru allir út um allt að innleiða það sem þið kalla gervigreindarkerfi en það var enginn múr að mæla neitt árangur af því uh, en samt einhvern veginn held allir að það væri rosalega mikill árangur um, og þá röktu þeirra til þess að það væri verið að innleiða svona general kerfi sem að bæta kannski hálfu prósentu við einhvern veginn productivity hér og þar en ekkert mhm, mælanlegt og svona dálítið oft erfitt með að festa hönd á hverju þetta er að skila þér sko. En ég er mjög spenntur fyrir því þegar að við getum sko og sé eiginlega mestu tækifæri núna að vera að leysa sértæk verkefni í staðin fyrir að vera að gera einmitt einhverja svona einhver víðtæk spjallmenni sem er að geta svarað einhverju alls konar sko. Það er svo rosalega erfitt að standa undir væntingum með það. Þegar fólk er mhm, strax farið að spyrja út um allt og hérna, það er svona erfitt að svona hafa skýrt fyrir notandunum hverju lausnin á að geta svarað. Þannig að ég er mjög spenntur fyrir því að nota þessa tekni til að leysa einhver ákveðin verkefni og auðvitað er fólk fyrir einfaldari verkefni þá er fólk að nýta sér til dæmis bara eins og einhverja Copilot agents eða þú veist búa til einhver flæði í svona no-code, low-code lausnum þar sem mhm. fólk með bara enga tekniþekkingu getur farið að hérna, leysa einhver verkefni sjálfvirt um, en svo auðvitað eins og í öllu svona þá eru verkefni stundum mjög flókin og ég hef allavega mikið áhuga á því að leysa þau verkefni svona verkefni sem að áður var ekki hægt að leysa með tölvum. Við erum búin að vera í áratugi að færa sífellt fleiri og fleiri verkefni inn í tölvuna Mhm. um, Já, og alls konar lausnir þróaðar í kringum það en núna einhvern veginn allt í einu bættist við bara risastórt mengi af verkefnum sem að er algjörlega óplæður akkur já, og hérna mér finnst það gríðarlega spennandi já, og ég það, er já, alveg sammálaður þarna og mér langar aðeins líka að adressa það vegna þess að ég held að þessi var óbúslega mikilvæg punktur sem við komst þarna kannski ég deili þessari skoðun að sko innan fyrirtækjastofnana að það sé að sko finna einhverja verkþætti eða eitthvað verklega eða eitthvað svona, sem er hægt að sjálfvirkni væða bara nánast að full. mm, Veist, þannig að, já, þannig að þú sért með bara eitthvað hvað maður að segja, þú getur notað tæknina til þess að letta verulega undir þannig að þú veist, fólki geti þá losnað undan endurteknum leiðindar verkefnum, sko. já ég reyndar sé líka mikil tækifæri í því að sko ef að þú setur skorðurna þína þannig að þér finnst nóg að geta leyst verkefnið upp að 80 eða 90% þá getur þú farið að leysa miklu flóknari verkefni heldur en ef þú gerir kröfum að geta leyst það 100%. Þannig að sko verkefni sem þú getur leyst 100% það er kannski bara lítið mengi og kannski oftar einfaldari verkefni sem taka styttri tíma en svo ertu Mhm, með flókin verkefni sem taka þig kannski 2 klukkutíma að gera og ef þú getur sjálfvirkni vætt 80% af ferlinu við það verkefni en svo kemur mannsöndin svona, mhm, sem er kallað svona human in the loop til mhm, þess að svona hjálpa gerðingrindin að klára ákvörðunum að vinna kannski á einhverjum upplýsingum sem hún hefur dregið út og komið með tillögu að svari eða flokkun eða einhverju svoleiðis að þannig getur þú farið að sko spara þér miklu meiri tíma held ég heldur en að vera með þá kröfum að geta sjálfvirkni vætt algjörlega og þetta rýmar líka við svona
Eins og gervigreindarlöggjöf Evrópusambandsins, þessi krafum að gervigreindin sé ekki að taka sko of veigamiklar ákvarðanir sjálf, heldur þurfa að vera manneski inn í því sko. Um, Já. að ég held að við séum að fara mikið inn í það að svona að gervigreindin sé að aðstoða fólk við að taka ákvarðanir. Fólk er kannski í alls konar verkefnum að grúska í þvílíku magni gagna, einhverjum alls konar leiðilegum gögnum og einhverju Mhm. um, og finnst það kannski vera einmitt tímaðislega þótt að það vilji þetta kannski taka ákvörðunina sjálft á endanum uh, en þá getur sparað mjög mikið af vinnunni. Já, uh, ég held svona að við höfum eftir að finna upp bara svolítið af flokkum varðandi akkurat innleiðingaverkefni. Mm, Bara hvað, þú veist, bara er þetta þú veist, er þetta flokkur sem við getum með mitt reynd bara að ná hámarks sjálfvirknivæðingu, þannig við höfum bara eitthvað dashboard og getum fylgst með og getum átt okkur á því eða akkurat þetta að taka þá flóknari verkefni og vinna þau í samstarfi með gervigreind sem er alltaf bara rosalega stór partur af því sem að ég vinn við, þú veist, ég er með mikið af verkfærum sem er bara að styðja við þau verkefni sem ég er að vinna að en alltaf er ég með, þú veist, ábyrgur aðili áður en fer út í eitthvað mm, production eða eitthvað mm, slíkt. mm, Uh, Mér finnst líka áhugavert að sko það kom út stór rannsókn núna í sumar og gagnasett sem fylgdi því frá hérna Já og félagum, þetta er hérna Workbank Study og fjallar sem sagt svona andlag starfsmanna gagvart innleiðingum og gervigreind og það var mm, sem sagt verið að skoða verkefni frá Y Combinator og sem sagt, í hvaða flokka eru búin að búa til sem sagt, flokka sem sagt, sem sagt, verkþætti sem að starfsfólk vildi sjálfvirkni eða vildi innlega gervigreind á og þá kom svolítið í ljós, eða bara ekkert, kom ekkert smá í ljós, en kemur bara mjög bersýnilega í ljós að sjálfvirknin er oftar en ekki að beinast af þú veist, verkþáttum sem að starfsfólk í raun og veru vill ekkert endilega vera að sjálfvirkni já, já sem vill ekki sjálfur skrifa það. Já, Já, ok. þú veist, og þá hugsaði maður, já, það er kannski að því að stemmingin í tækniheiminum er núna það er miklu skemmtilegra sjálfvirkni eða skemmtilega hluti. Já, mér fannst það var svona, þegar var verið að gera grín að uppgangi spuningarnir, þá var þetta svona gerfingritin átt að gera kreatífu fólki kleift að hætta að gera sko unkreatífa hluti en svo á endanum leiði þetta bara non-kreatífu fólki að gera kreatíf hluti. Já, já, Eh, það er alveg satt, sko. Þannig að Eh, einmitt, sko, það að passa að þetta leysi einmitt þá hluti sem við viljum losna við, sko. Það sé ekki að taka frá okkur allt þetta sem við lifum fyrir, í raun, sko. já, nákvæmlega, því að ég held að og allavega í þessi starfi hérna innan háskóla þá verði ég alltaf svona meðvitaður og meðvitaður það, þú veist, vegna þess að við erum líka í þessu aðgangslosti, sko, að maður, einhvern veginn, það er alltaf breytast svo ótrúlega hratt og það er svo auðvelt einhvern veginn að þú veist, bara dragast inn í einhverja svaka tísku og bara við þurfum að gera þetta og gera hitt eða, þú veist, svona, hvernig sér þú fyrir þér svona, þú veist, the long game svolítið, þú veist, að því að það er ekki hægt að vera bara að koma nýja lausnir nánast í hverju viku, sko. Já, ég skal alveg viðurkenna, ég er ekki duglegasti aðilinn við að pröfa öll nýjustu módelin og svoleiðis. Ég held ég væri þá bara komin í algjöra kulnun ef ég ætla að reyna að gera það. Það er svona, ég er með einhver fréttabréf og eitthvað svona skroll sem maður fylgist með til að svona vita það helsta, Mhm. sko. Um, ég dáist að því fólki sem að nennir að vera algjörlega á svona fremstu landamærum uh, með þetta allt hvað er nýjast að gerast í hverri viku sko. Mhm. Og það er ekkert raunhæft að allir séu þar. Nei, nei, Lang flesta fólk, sko í fyrsta lagi hefur sko, flest fólk ekki áhuga á því að vera eitthvað að tækni nördast nei, nei. og sko svo hefur bara rosalega margt fólk eða fólk almennt hefur sko takmarkaða bandvít til þess að vera að kynna sér nýja hluti Já, sko fólk er bara bara í sínum daglega lífi, í sínum störfum sem koma að gervigrindi ekkert við og þau hafa ekkert endilega bandvít til að vera eitthvað að taka einhver endalus gervigrinda námskeið eða endurhugsa sitt starf á 5 ára fresti
ég held að sko ég held að þú hafir ekkert bandvítina yfir ævina til að hérna endurhugsa starfið þitt, 100% nema kannski örfáum sinnum sko. Og það er ekkert, Já. mér finnst ekkert raunhæft að vera að fá hvað fólk á best miðum aldri og eftir það að vera eitthvað að þurfa að endurhugsa hlutina 100% sko. um, En, og svo líka ja, sko, en ég er það samt ekki einhvern veginn allavega með þessa tæknibreytingu núna og bara sérstaklega varandi sko hversu ofbúslega mikið magna af upplýsingum þú getur unnið með og er nú mm, hraðinn í framleiðninni sko, þú veist, einhver sem að er eins og ég segi sko, ef þú ert meðvitaður um takmarkanir tækninar, bara svona þokkalega vel mm, hérna, meðvitaður um það, þá eru sko notkunum möguleikarnir svo ofbúslega margir að maður er svolítið svona og fólk þurfi kannski ekki að finna sig upp á nýtt en samt að vera meðvitað um áhrif tækninar á þeirra störf sko, af því að það kannski kemur svo allt í einu bara nýr starfsmæður eða eitthvað sem er bara einhver nú að leika sér á fullu í ChatGPT eða Copilot eða hverju sem er og allt í einu já, fer að bara skila sko margfaldri framleiðinni og þetta náttúrulega kemur líka fyrir inn í fyrirtækjum og stofnunum sko þar sem fólk er bara með sína reikninga, veist, bara með já, keypt já, GPT sem er já. held ég ekkert alltaf neitt rosalega sniðut sko. Nei, það er ekki vel séð hjá tæknindildum fyrirtækja. Já, þú veist, auðvitað er maður er svona hrættur við þetta að það einmitt komi einhverjar, einhverjir sumir sem að eru rosalega duglegir að kynna sér tækni en samt svona mikið af fólki sem að vill bara lifa sínu lífi. Um, Mhm, þannig að þetta verður einhver ágreiningur þar á. Svo hugsa ég líka með sko unga fólki sem er að alast upp. Svona hvað á það að kynna sér alltaf verið að pæla í þessu sko hvað á ungt fólk að læra í dag. mhm, Og nú er svona dálítið sterk svo umræða að atvinnuleysi meðal tölvunumfræðinga sé á við atvinnuleysi sko þeirra með listagráður í Bandaríkjunum. Það er svona það er brandarinn sem gengur á netinu núna. já, já, uh, og í því samingi mér finnst alltaf svona að það var greining frá minninu að það hafi verið New York Times með sko hvernig stóru tæknifyrirtækin pressuðu á að allir ætti að læra að kóða og fengu það í gegn og ég man eftir umræðu líka hérna þegar það var talað um bara að það væri svo ofbáslega nöðsilegt fyrir krakka í grunnskóla að læra á spjaldtölvur. Það mhm, var alveg gríðarlega umræði hérna fyrir einhverjum 12 árum eða eitthvað. Og þessi pressa á að vera að kenna ungu fólki á einhverja nýjustu tækni. mhm, um, þau auðvitað læra miklu hraðar á þessa tækni heldur en aðrir. Og mér finnst miklu mikilvægir að bæði fyrir hvern einstakling og samfélagið að fólki sé bara kennd uh, bara að vinna í hópi og tala við fólk og gagnrýna hugsun og allt þetta bara gamla góða sko. mhm, um, ég held að það er engin skortur á fólki með gráðu í tölvunarfræði. Það er skortur á fólki með tæknikunnáttu sem að er gott að vinna með fólki og á auðvelt með að sína samkennd og finna hvaða vandamál á að leysa og hjálpa fólki að vinna saman. Það er skortur á þannig fólki. nákvæmlega og þarna, veist, ég held að þarna er þú svolítið að koma að hvað segja, svolítið hjartanu í þessari vinnu eða bara eins og við erum að reyna að horfa á þetta hérna út frá háskólanum, það er akkurat að horfa á það, veist, vegna þess að eins og maður hefur svolítið séð að sko bara með flóknara samfélagi, veist, þá hefur krafan á sérhæfingu og sérfræði þekkingu orðið meiri og meiri, þannig að fólk var farið að sko mennta sig rosalega mikið á afmörkuðum sviðum sem að kastla á það kannski fór að halla á einmitt, þú veist, þessa grunn mennsku færni sem er svo ofboðslega mikilvæg Mm. og
það sem að mann finnst svo skemmtilegt og svo áhugavert að vera, þú veist, að rýna í sko, í kjarnan á menntuninni og þú veist, ég var bara að grínast með það bara hérna áðan sko, að það er hérna, það er eitthvað svona verið að hugsa um eitthvað svona nýjar námsleiðir og nýja áfanga og eitthvað svona, og ég var að segja bara, heyrðu, akkur gerum við ekki bara áfanga í einbeitingu, bara, þú veist bara, hérna, þetta er bara 40 minna tími, tvisar í viku sem þú bara mætir í og þú sest nýr í stól og það bara er ekkert. Mm. Þetta, við erum alltaf, þú veist, við erum svo, og við erum svo einhvern veginn sítengd, sko. En líka Mhm. þetta, einmitt, að koma og geta staðið, hvort sem þetta flytja erindi eða hvort sem þetta koma í skóla eða vinnu eða eitthvað, að hérna, þú veist, þurfu ekki alltaf að vera með tölvuna og geta verið svona, hvað maður segja, nægilega hæfur og nægilega þjálfaður til að geta bara staðið undir þinni þekkingu, sko. Mhm. Já, Þannig að já, mér finnst þetta mjög áhugavert að þetta sé að koma sko frá líka innan úr sko tæknifyrirtæki sko að hérna já, það sé ekki. ég er alltaf ákveðin á báðum áttum með allt og þú veist, ég hugsa að þegar ég væri komið í hlaðvarp að tala um einhverja mínar skoðanir og eitthvað, maður getur alveg, sko, hvaða rök hefur maður á bakveg svo sem almenna skoðanir um hvert gervigrindin fer eða eitthvað, sko, maður bara getur vonað eitthvað og svo haldið eitthvað einn daginn og svo kemur eitthvað annað og þetta er svo erfitt að spá fyrir um það ég get alveg verið, sko, einn daginn algjör svona dúmer, alveg hugsað bara þetta er allt handónýtt maður við hefum eftir hérna 5 til 10 ár max og svo fer þetta alveg í skrúna um, svo get ég verið bara einhvern veginn næstu vikuna algjör svona eins og kallað accelerationisti sko, við verum bara að bruna okkur fram úr þessu og komast út í gullöldina við erum bara að þróa nógu hratt til að hérna komast úr þessum óvissu dal eins snemma og við getum sko. Já, um, þannig að já, ég á voðalega erfitt með að festa mig einhvern veginn öðru hverju megin sko. Kannski hljómar sem að sé alltaf auðveldar að vera neikvæður en það er mikilvægt að það sé einhverjir jákvæðir líka þannig að, og það eru alls konar auðvitað bjartar hliðar á þessu veist, mögulega endur við á einhverju stað þar sem að allir geta sinnt sínum draumahugðaröfnum, það eru bara allir að skrifa ljóðabækur og mála einhver náttúrumbálverk hérna daginn út og daginn inn af því það er svo mikið tíma til þess ég veit já, það ekki. mér varst hérna áhugavert einhvers staðar það sem ég heyrði sko að hérna þú veist, og ég raun og veru í verkinu sem ég er að búa til sko er þetta hérna þetta benevolent cage eða þetta hérna gyllta búr sko sem að tæknin getur skapað okkur sko Mm, og, og, og ég er reynda að teka annan pól í hæðina með því að segja sko já, hérna, hvað er þú að gera ef gervigrindin er búin að leysa öll okkar vandamál? Nei, mm. það gengur bara rökfræðilega að segja ekki upp sko, því þá er vandamál að það er búin að leysa þetta vandamáli, þannig að þá erum við bara komið með nýtt vandamál til að leysa sko. Þannig að Já, ég held einhvern veginn að sko, þú veist, mínar mestu áhyggjur núna uh, af tækninni eru sko að því ég sé svo ofboðslega marga jákvæða þætti í notkun á henni. Ef við erum bara að tala um ChatGPT og ef við segjum bara ChatGPT að þú veist, einhver fagmanneskja eða sérfræðingur eða bara hver sem er sem að þú veist er búin að tilengja sér ábyrga notkun og þekkir þú veist inn á hallucination og veit hvernig það er sannreina upplýsingar og eitthvað svona bara að þú veist, hann getur hækkað gæðin í vinnunni sinni talsvert og mm, aukið framleiðni og leyst flóknari vandamál og tekist á við nýjar áskoranir. Uh, áhyggjurnar sem að ég hef meira að núna er í raun og veru hvernig þetta og þú veist, það er svona bæði freistni vandi þú veist, að stytta sér leiðir og við sjáum það náttúrulega bara oft í fréttunum bara síðustu viku Deloitte þannig í Ástralíu skilja einhverju skýrslu með mm, einhverjum hallucinations og svo líka sko finnst mér bara svolítið stórt topic sem að mér finnst það skil svona lítið bara fyrir í deglunni, það er í raun og veru sko notkun stjórnvalda og hins opinbera á þessari tækni
einhver staðar í ákvarðanatökuferli einhver staðar, sko. mm. Já, ég skal allavega róa þig núna. Það, sko, ekki hafa ágjörð að það sé komið reitt rosalega langt eins og er. Uh, það gerur greiti sem notu við ákvarðanatöku hjá hinu opinbera. Ég hef ekki séð, séð merki um það, sko. En auðvitað getur það þróast hratt í þá átt, sko. Uh, og, og, Já, og þá kemur þetta náttúrulega líka í það, sko, að í svona sovereignty pælingar og þú veist, ert að nota módel sem eru þróið af Bandaríkjamönnum eða Kínverum eða Elon Musk eða hvað, sko. akkurat, akkurat. Að það er, sko, nei, ég tók til dæmis bara, tek dæmi í þannig að, hvað segja, þannig að sparnaðar tillögum ríkisstjórnarinnar sem kom hann í Mm, janúar, þá var sérstakur kapli gervigreind. Þess að við notum gervigreind til að greina svörin, en þú veist, það fylgir ekki kerfisfyrirmælin eða promptin eða neitt, þannig að maður veit ekkert hvaða, þú veist, maður veit ekkert mm, hvað var sett inn og stillt af, sko. já, já. Þannig að það er svona, svolítið, en ég meina það er bara eitthvað sem þarf að þroskast, sko. Já, þetta er sko hluti af, ég veit nú ekki hversu mikið þú hefur grúskað í gervigrindalöggjöf Evrópusambandsins sem að mér sýnist nú vera væntanleg í innleiðingu á Íslandi á næsta ári. Mér heyrist það svona á fólki. Ég var svona öðrum fæti að vona og myndi bara ekki ná hingað af því að þar eru til dæmis með sko þegar að hið opinbera ætlar að taka ákvarðanir, hjálpa gervigrind við ákvarðanatöku Mm og þá er mjög sko hörð skilyrði fyrir því að það þarf að skrá sko hvernig gervigrindin var nýtt til að taka ákvarðunina, um, hvernig gervigrindin sjálf tekur ákvörðunina og hvernig sko hún var þróuð, um, og kröfur um það að það sé vaktað gegn bæjas og svoleiðis sko. -hmm. Það er allavega þessi löggjöf sem er komin í Evrópu og stefnir að vera innleidd hérna. Þannig að Evrópa allavega er að reyna að passa það að við séum að nýta þessa teknin til góðs. Svo er náttúrulega hægt að deila um það hvort að skilur við einmitt þetta hvort að þá drægist Evrópa bara aftur úr og, og, og verði bara undir í einhverjum baráttu milli Kína og Bandaríkjana. Það er svona, ég persónulega tölur ágjör af því. Um, án þess að vilja eitthvað afregluvæða allt í Evrópu. Mér finnst bara að Evrópa hafa gert margt vel. Um, en maður er auðvitað hræddur við þetta að þessi bestu módel séu þróuð eins og þau eru öll í Kína og Bandaríkjunum. Og við höfum séð það að það er kannski hæpið að treysta á Bandaríkin með það sko bara um, hvaða gildi eru undir í þjálfun slíks módels. Það hefur aðeins verið rætt um það hvort að Ísland þurfa að eiga á sín eigin módel til þess að við séum með og örga að við getum séð með módel sem að náttúrulega sko í fyrsta lagi kann íslensku, en í öðru lagi líka að fylgja okkar gildum. um, ég held að það sé nú alveg nægilegt fyrir okkur að fylgja Norðurlöndunum í því. Ég held að ef að sko gervigreininda módel sem eru þróuð af Norðurlöndunum eru sko komin það fjarri okkar gildum að okkur finnst einhvern veginn okkur verður að þá held ég að við séum bara komin á ansi slæman stað á mörgum sviðum. Við treystum á alls konar innviði frá öðrum löndum. Ég meina við erum ekki kjarnorkuveldi, við erum ekki að sko, við flytjum inn bori til að bora jarðgöng, við flytjum inn flugvélar, við þurfum ekki að kunna allt hérna, við treystum á tækni og aðstoð frá umheiminum. Um, þannig að svona draumur minn er að það verði eitthvað gott evrópskt líkan sem við getum notað. Já, um, og það er Mistral er ekki endilega, sko, þeir eru góðir, sko, en þeir eru samt ekki þannig að maður nota það. Ég nota reynda nei, Mistral 7B, svolítið litla mótilega, mér finnst það gott. já, við vorum rosalega mikið að vona það og það var svona umræðum það hvort að það væri hægt að fá eitthvað íslenskt mótel frá Mistral, Mm en svo hugsa maður bara vill fólk nota það þegar ChatGPT er miklu betra eða þú veist Gemini eða hvað sem það er sko. Hvað
hvenar ætlar að nota þetta sér íslenska módel ef að það eru önnur módel sem eru miklu gáfaðari? Já, já, eða með meiri þekkingu. Já, Já, ekki. en sko, ég hef verið á þeirri skoðun alveg frá því í fyrra og er ennþá á þeirri skoðun að sko, íslensk gervigreindamódel ver, verði bara eins og hver annar innviður sko. Að Mm, það verði hérna sko, rekið módel sem er þjálfað á íslenskum gögnum og af íslenskum stjórnvöldum og þá er líka bara sko, uppfært með að við á ofnbæra upplýsingar og eitthvað svoleiðis. Maður mm, sér að Pólland eru búin að gera þetta, eru með bara aðgengileg open access model á Hugging Face og Swiss er að gera þetta og Arabi er risa verkefni. Ég mm, held að við þurfum ekki endilega sko, að stefna því að eiga módel sem er jafn öflugt og ChatGPT eða eitthvað svoleiðis. En þess vegar held ég að sko, það sé aðgengilegt módel sem að er með og, sem að við höfum algjöra stjórn á bara sem ríki mm, og ég einhvern veginn ég, veist, jú, það var örugglega alveg hægt að gera þetta á einhverjum sko samnorrænu verkefni en ég einhvern veginn svona, það væri allavega held ég betra að vera með allavega segjum bara eins og eitt hérna okkarlega stórt módel bara algjörlega undir okkar kontról líka mm. bara hvað að segja að því að ef þú ert með Evrópskt módel eða sko, norrænt módel þá ertu farin að blanda saman þjálfunum á gögnum mismunandi landa og eitthvað svoleiðis. Mhm. Jú, það er rosalega, væri mikilvægt og væri mjög gott fyrir okkur að hafa módel sem við ráðum yfir og líka sem við getum kert sko innan landsteinana, af því að það eru ákveðnir hlutir sko bara eins og heilbrigðisgögn og svona sem að bara eins og megi ekki fara út fyrir landsteinana. um, þannig að þú þarfst að keira það á módulum sem þú getur hýst inn á Íslandi. um, eins og við hefum nú ekki fundið neina leið til að sko vinna með málíkan innan landsteinana sem að er nógu gott í íslensku. Nei, Af því að þau einu sem að þú getur sem sagt, til þess að hérna, keira málíkan innan Íslands og á eigin innviðum, þú getur eiginlega bara gert það við sko open source líkunin. Og það var líka þau líkun sem þú myndir fínþjálfa fyrir íslensku og, og þau eru bara ekki jafn góð og hafa allavega ekki verið þjálfuð fyrir íslensku. Um, þannig að það þetta er er alltaf, einhver svona eltingarleikur sko. þetta er þá en maður myndi komast yfir tölvur sem maður geti keirt, þú veist, bara Quen eða DeepSeek, stóra DeepSeek er bara fínt í íslensku sko. og, Mm, og alltaf, maður veit að eins og Perplexity, þú veist, þeir fine-tunuðu DeepSeek bara í Bandaríkjunum og mm. tóku svolítið þessa sögu, þennan sögu þvott sem að er inn í DeepSeek sko, þú getur ekki spurt um Tolkiens himneska friðar, það er bara, nei, ég hef engar upplýsingar um það, ekki vera að spyrja þessum spurningum. Já, En ég er með einhverja, veit ekki hvort það séu einhverjir fordómar eða hvað það er. Ég væri ekkert æstur í það að þróa einhverja lust fyrir Íslenska ríkið sem er byggð á DeepSeek, sko. Mér já, finnst það ef við getum eitthvað. mokað all út fyrir, sko, ef við farum bara mótorinn, sko, þetta er Já, bara, við myndum bara nota það sem mótor, en ég held að já, bara þessi þekking sem að urði líka til, að því nákvæmlega svo segir með sko heilbrigði, sko, og annað, þú veist að ég einhvern veginn sé svolítið fyrir mig bara að Landspítalinn, það verður bara serverherbergi þar niðri sem verður bara með módel fyrir Landspítalann, sko. já, það er samt, þetta er sko, það er svona pínu svört framtíð fyrir tekningerinn, já, hvað við segja. Það er búin að síðustu 20 ári eða eitthvað, eða 15, er búin að vera að berjast fyrir því að stofnanir megi nota cloud þjónustur Mm af því að það er svo gríðarlega kostnaðarsamt að reka eigin innviði. Ef þú ætlar að vera með risastóra servera og þú ætlar að installa öllum hugbúnaði á þínar tölfur í þínum kjallara, þá þarf þú líka að sjá um allt viðhaldaðum. Já, já. Og það er gríðarlega kostnaðarsamt og krefst mikilla þekkingar, alls konar þekkingar, og þess vegna hefur verið pressa undan farin áratug allavega sérstaklega
að aðalar eru að færa sig í skýið með alls konar. Ég meina, til dæmis að þekka margir sko Navision og Business Central að það Mhm. er búin að vera gríðarlega pressa og mjög margir komnir í skýið með það sem þýðir að sem sagt, tölvukerfin þeirra eru rekin á einhverjum skýinnviðum sem eru þá erlendis í Evrópu um, og komast þá hjá því að vera í sko flóknum reglulegum uppfærsluverkefnum þar sem þeir eru að uppfæra einhvern veginn það sem er installað á þeirra servera. Þannig að það er ákveðin skellur ef við förum svo sko einhvern veginn tilbaka í þetta að það þurfi allir að vera með sín sko þessi gríðarlega flóknu kerfi. Ég meina þessi risamálukun og kerfin í kringu það eru, ég meina, væntanlega það flóknasta sem að mannkynið hefur þróað. Þannig að það er alveg ákveðin biti að hérna ætla að vera að keyra það í kjallaranum í hverju stofnun sko. Mögulega er þetta abstraktað einhvern veginn þannig að sko einhvern veginn getur gert það eitthvað einfaldara um, Já, og kannski, þú veist, svona til að skýra kannski þetta aðeins betur mm, og þá held ég nefnilega að það er alveg óplægður akkur, þú veist, í smáum líkunum, þú veist, jú, fyrir, jú, þú veist, jú, einhverja svona dedicated vinnslur sem er þá ekki, þú veist, rekstur á einhverju uh, risa módelum, sko, heldur módelum sem eru þá bara búin til fyrir sérstakt ákveðið tilfelli jú, jú. og, þú veist, bara þú veist, eitt lítið dæmi um það, akkurat eitthvað svona sem er bara einfaldar mér lífið alveg rosalega mikið vegna þess að ég er alltaf að ná einhver PDF-skjul, ná einhverju skýrslur, ná einhverju greinar, ná eitthvað, maður er alltaf að downloada þessu og það er ekki, sko, það er ekki ISO staðall á nöfnum á PDF-skrám sem Mm, að þau eru rosalega töðanar á mér. Þannig að ég bjóð mig bara til litla Python-skriftu sem að keyrir upp Olama, mm, Mistral 7B akkurat já, og það les fyrstu þrjár blaðsíðurnar í PDF-inu, sækir sér upplýsingar skýrir PDF-ið upp og nýtt, býr til litla JSON-skrá eða skráir það inn í JSON-skrá þannig að ég er með svona yfirlit yfir hvað ég á og færir mm, það í literary database folderinn minn. Þannig ég get bara hrúað öllum PDF-skjölunum úr downloads folderinn mínum inn í þetta, ítt á play og þá bara fæ ég skipulaðar skrár. Þetta er bara svona, þetta tók mig heilt í korter að búa þetta til eða eitthvað mm. og ég nota þetta oft í viku, sko. Og við erum að skoða til dæmis eitthvað sambarlegt varandi ef þetta undirbúa gögn fyrir skjölun til dæmis, bara þú veist það er að nota bara eitthvað lítið mótel sem að hjálpar er að búa til þú veist, lýsigögn Mhm, af því það vorstu líka með það þú veist svona, hvað ég segja sérhæft verkefni sem hættu bara að njörfa mótel í þá er það ekkert, þú veist, það er enginn að fara að spjalla við það þú veist, mm. en það er bara svona í pipeline og svo er það bara þá human, þá er það bara einhver maður að staðfesta einhver staðar. Jú, jú, ég er svo sem alveg sammála því að það er hægt að gera ýmislegt með þessum minni módulum sko. Já. Já. Hvað eru uppáhalds tólin þín? Sko, ég er nú mest að nota ChatGPT til þess að til þess að gera bara svona hvað ég segja, bara svona almenna greiningar í daglegum störfum sko. Já. Og við notum í lausnunum okkar erum við að nota þá Azure OpenAI. um, það var svona helst af því að það var nógu gott í íslensku og svo og líka af því að það er mjög hendur þess að inn í Azure á Microsoft innviðum þannig að þú þarfst ekki að treysta OpenAI fyrir gögnunum sko. Mm-hmm. Allavega að þú treystir því sem þið segja í skilmálunum þá segja þau að gögnin sé á Microsoft innviðum þannig að það er nú um, að mesta ég líki mér aðeins með Gemini en eins og ég segi sko, ég er ekki þessi grúskari sem fer onni sko, er að nota öll tól í alls konar tilraunir sko. Ég hef kannski meira að vera í því að reyna að finna út hvaða vandamála eru sem að þessi tækni almennt er góð til að leysa Mm-hmm. og draga það fram. Já, það eru
það er einmitt þegar ég hef verið að tala undanfærið og segja sko þegar við erum að tala um sko, ábyrg notkun gervigreindar og siðferðileg notkun gervigreindar og allt þetta, þú veist, þetta eru hugtök sko, þú veist, þetta er ekki hugtök sem er orðin fast mótuð. Þetta er mm, allt bara, við erum að horfa á, þú veist, hvað ég segja, miklu svona stórar, stórar breytingar og það sem er svona ágætt að heyra eins og frá ykkur með hvernig þeir eru að nálgast þetta út frá svona kannski hvað segja, mun mennskari eða svona mun meiri áhersla á mennsku þættina heldur en líklegast mörg tæknifyrirtæki er að gera já, eins og ég maður kann, hefur já, eins og maður heilt erlendi sko þegar fyrirtæki bara segja upp öllu símaðurinn sínu og setja bara chatbot í staðinn svo bara já. vera að ringi í fólk daginn eftir og reyna að ráða það aftur því þetta fara allt í klessu. Já, það er einhvern veginn ekki stemmingin á Íslandi fyrir þessu. Þú veist, við erum ekki í Kísildalurinn þar sem að fólk er í einhverju brjálæði sko að segja upp heilu símavörunum. Já. Þannig að, þú veist, að því að uh, við erum í því að vera bara að smíða lausnir og fyrir aðila sem við erum að tala við, að þá er það ekki stemmingin og svo, ég meina, kannski, þetta er líka bara einhverja mínar skoðanir svo sem á þessu og við erum nú bæði ég og eða Brynjólfur Borgar frængundastjóri sem að stofnaði þetta fyrirtæki, hann er nú sálfræðingur í grunninn sko með bachelorgráðu í sálfræði og ég náði nú þótt ég sé læriði verkfræði, það fór í meistaranám í gervigreind í Hollandi og þar uh, endaði ég nú að því að ég var nú að segja eitthvað áðan að ég væri svo hrifin að vera svona milli tekniðnar og manneskjunar á því Mhm. sviði að þá endaði ég nú með því að meistararitgerð mín varð hálfgerð sálfræði ritgerð og svona róbótasálfræði hvernig að hvaða leyti gervigreind getur haft tilfinningar og sínt tilfinningar Mhm. uh, þannig að við erum kannski, jú, að einhverju leyti svona mannesku megin í þessu og, og höfum líka bara séð það að til þess að sko, til þess að þróa góða lausn þá þarftu að pæla bara rosalega vel í því hvað fólk er að gera, hvað fólk vil gera, hvað fólk vil ekki gera, hvernig það hugsar og hvað er í gangi, sko. Já, uh, en aðeins aftur að því varst að minnast á gerfugreindar reglugerð Evrópusambandsins, þá ég er nú svolítið svona vel inn í þeim málum og hefur verið Mm. að fylgjast með sko innleiðingar Pörsson Mm. og það gengur ekki vel sko. Nei, þú ert líklegast dýpra inn í þessu heldur en ég. Sko, nei, ég bara, nei, ég er ekki að segja það, ég er bara að segja sko að þú veist að, að því að Ursula von der Leyen tilkynnti núna í október bara stórsókn Evrópu í Mm. gerfugreind. Á meðan sko voru bara fjögur, það var það í ágúst 25, ég höfði bara flett þessu upp sko, að þá var í raun og veru svona önnur stóra innleiðingin á hlutum uh, reglugerðunar og þá var það bara fjögur ríki sem voru tilbúin með það. Mm. Þannig að það er bara semst 70% hlutfall Evrópusambandsins er bara ekki byrjuð að eða tilbúin í að byrja að innleiða reglugerðina Já. sem að manni finnst svolítið sko sem manni finnst svolítið miður vegna þess sko hansi þess að fyrirtækin er að koma út með svo ofbúðslega margar lausnir og margir sprótar víða og í Bandaríkjunum og Kína og Evrópu um lausnir sem eru knúnar þessu sem að kannski er ekkit endilega hvað segja, er ekkit endilega að uppfylla þær kröfur sem að reglugerðin segir til um, bara til dæmis eins og Mhm. með í mannauðsmálum og vaktarskipan og einhverju svona, að það sé komin einhver svona algoritmik, það kallast algoritmik management, ég veit ekki hvað þetta er Mm. til einhvern veginn í íslensku. Þekktustu dæmin eru náttúrulega í vöruhúsum Amazon sko, þar sem að Mm. þú fær bara streymil frá vélinni og þú ert rekin ef þú nærði ekki að klikka nú á margar pakningar á klukkutíma sko. Mhm. Já, ég viðurkenni alveg að lengi vel var ég bara að krossa puttana sko og vona að eftir að þessi fræga og margum tala Draghi skýrsla kom út að
að þau myndu eiginlega bara hætta við þessa Evrópulöggjöf eða breyta henni. Mhm. uh, og ég svona, ég veit ekki hvort það sé bara einhver von, en mér veist ekki, ég er allavega ekkert, myndi ekki veðja 100% á það, myndi ekki veðja aðleguna á að þessi löggjöf verði innleidd á Íslandi. uh, uh, Nei, sko, og að mínu mati, að því ég er nú með lögfræði gráðu þarna einhverja, að, sko, að mínu mati þá sko, þá reyndu þeir að gera það sem, sko, eins og bara réttar heimspekinni, sko, H.L.A. Hart, sko, talar um að þú eru að geta, sko, skrifa lög í myrkri, mm, að þeir voru að skrifa þessa löggjöf bara korteri eftir eða reglugerð eftir að GPT kemur út, sko, mm, og, og hún er ofbúðslega flókin, eða hún er svolítið flókin og nákvæm. mm, Hún er ekki meira með svona, þú veist, prinsip sem að, þú veist, getur staðist tímar tönn, sko. mm, Heldur er þetta svona pínu, hérna, þetta er svona pínu reglugerða tíska Evrópusambandsins átt að vera það nákvæmir að að það er mjög erfitt að framfylgja því, sko. Þannig ég einhvern veginn held að þetta muni taka miklum breytingum einhvern veginn á komandi tímum og það verður sem sagt, í ágúst á næsta ári þegar næsti fasi kemur að ef þetta verður ennþá svona þá hljóta þær nú að segja, heyrðu, já, ég hef ekki að reyna að prófa mm. eitthvað annað hérna. Já, maður veit ekki hvað þarf til þess að sé bakkað með eitthvað svona, sko. En eins og þetta er núna þá bara, verkefni getur bara verið tvisvarsinnum dýrari ef þú ætlar að fylgja þessari löggjöf, sko, út í æsar. Uh, Algjörlega sem og er bara mjög erfitt fyrir okkur á Íslandi af því að nú þegar er stærðarhagkvæmnin dálítið erfitt, sko, fyrir okkur með að þróa lausnir, þú veist, að þróa líkun eða eitthvað sérstaklega fyrir eitthvað á Íslandi. um, að, að þú þarft ákveðna stærðarhagkvæmni bara til þess að mhm. borgi sig að þróa lausnindar, þannig að þetta er mjög erfitt ef að þetta kemur ón á það allt hérna á Íslandi. Já, í þessari draugum og leiðbyrjandi stefnu sem við erum að vinna hérna í háskólan sem er búin að vera í svona innleiðingafasa og er á leiðinni að hérna verður kannski bara orðin opinber þegar þessi þáttur kemur út, það vona ég Já, að þá er mitt sko helsta áskorun sem ég var að glíma við var einmitt sko að hvernig balansa maður sko bjúrokrasjuna eða skriffinskuna í tengslu við notkun á verkvarunum á mm, móti sko þú veist því að hvetja til nýsköpunar og frumkvæðis og finna einhverjar sniðugar leiðir til að nota þetta mm, án þess þó að sko einmitt að fólk bara nei, heyrðu, ég nenni ekki að nota þetta vegna þess að það er bara svo mikið vesen mm, já, en En við langaði líka að tala um eitt við þig sem hefur verið mér mikið hjartans mál og það er mikið tísku orð og getur verið algjörlega frábært ef vel er gert en ég held þess verið að sé kannski, ég held að það séu ansi margir sem að átta sig ekki alveg á því hvað hugtakið gagnadrifin ákvarðanataka mm, er. Ef ég segi sko mína einföldu skýringu og svo farið þú kannski að taka boltana því að mig grunar þar að þar sést þú uh, afsjóra af fróðleik að hérna, ég segi sko ef ég sest út í landkursurinn minn sem er árið 1997 og ég sé að olíumælirinn er hálfur ég veit það er 80 lítra tankur á honum og þá er 40 lítra dísel og þá kemst ég til Reykjavíkur mm, þannig að ég tek ákvörðun út frá stöðunni á olíumælinum þannig að það er nú svo gagnapunktur sem ég tek marka á áður en ég ákveða að gera það en ég tek samt 20 lítra bara svona til vonar að vara mm. Er þetta fín myndlíking eða hérna? Fyrir gagnadrifna ákvörðunatöku. uh, já, sko, ég hef nú aldrei lesið einhverja beina, sko, skilgreiningu á eitthvað data-driven decision making, ég man ekki hvort það sé eitthvað svona formlegt heiti á ennsku fyrir það, sko. uh, en auðvitað snýst það bara um að nú er ég nú bara að reyna að skálda einhverja, sko, skilgreiningu á staðnum, sko. Já, já. uh, uh, að nýta gögnin sín til að taka ákvarðanir, og
mm, svona við fyrstu hugsun þá myndi ég meta það sem svo að þú þurfir að svona anekdótal ákvarðanataka byggð á stökum tilfellum sé ekki gagnadrifin ákvarðanataka. Það sé verð að vera einhver tölfræði þar á bakvið á einn eða annan hátt. Um, ég veit ekki ef þú hefur séð ef að einn aðili segir þér að hann hafi upplifað eitthvað er það þá, þú veist, þú hittir einn aðila og hann segir þér já, ég hérna var alveg fárveikur í mánuð eftir að ég fekk hérna bóluefni og þú hugsar, ég ætla að taka ákvörðun út frá þessum gögnum og ég ætla sko ekki að fara sama veg. Er það gagnadrifin ákvörðun að taka? Ég veit það ekki. Nei, Mögulega er það gagnadrifin ákvörðun að taka en það er illa útfæri gagnadrifin ákvörðun að taka. Sko. Já, sko ég held bara bara þessi lýsing og það sem við áttum að tala um, ég held að það sé bara akkurat að varpa ljósi á þá spurningu sem við lagðum upp með, Mm, að sko, einmitt, að þú veist, þessi gagnadrifna ákvarðanataka er eitthvað hugtak sem er ekki fast mótað, sko. mm. Það er engin ísóstaðall, það er engin ísóstaðall Nei, nei, dómara. nei. Nei, og þú veist, þetta er það bara útfærslu atrið fyrir sko, hverja ákvörðun sem þú þarft að taka, hverja tegunda ákvörðun. Ég meina, ef þú ert að ákveða í lok hvers mánaðar hversu mikið af byrðum þú þarft að panta fyrir næsta mánuð, eða Mhm. þú veist, þú þarft að hérna, taka ákvörðun um það hvernig þú ætlar að budgeta næsta ár, eða þú þarft að taka ákvörðun um það með hvaða vöru þú ætlar að mæla til einhvers aðila. Uh, þá er það bara betra að byggja á gögnum og kannski sko í grunninn er þetta sko ef þú hugsaður um andstæðina við gagnadrifna ákvörðunatöku þá er það sem sagt, ákvörðunataka sem er tekin út frá tilfinningu Mhm. um, þannig að það er kannski ágætt að skilja það út frá þeim svona kontrast um, og hérna þá er mögulega áhugavert að skoða bara sko hvernig hérna atferlis hagfræðingar, behavioral economists fóru að greina hérna hvað var það á 8. áratugnum hvernig manneskjan tekur ákvarðanir út frá svona tekur lélegar ákvarðanir og það eru alls konar svona bjagar í ákvarðanatöku mannsins sem eru út frá einhverjum svona hvort sem það eru fræðilegir mekanismar í hausnum á okkur sem að láta okkur taka ákvarðanir á ákveðin hátt sem eru ekki standast ekki í skoðun eða berja sama við hvernig þú myndir taka ákvörðunina út frá einhverju tölfræðilegri, stærðfræðilegri greiningu eða rökfræðilegri greiningu um, og, og, ég held að það sé kannski munun og þannig hafi þetta komið svona í umræðuna um, að og í viðskiptum er þetta væntanlega að fyrst fyrir að tala um gagnadrifna ákvarðanatöku og þá er það basically sko, þú ert ekki með hérna einhvern hérna forstjóra sem að er með svo mikla reynslu og hann veit nú alveg að svona virka hlutirnir. Hann er nú búin að vera í þessum bransa í 30 ár og veit nákvæmlega hvernig hérna þetta er og svo bara í rannsóknum kom það í ljós að það er ekki alltaf rétt sko. Tilfinning manna er ekki alltaf rétt. Þannig að Nei, þetta er náttúrulega akkurat einn af þessum svona stóru pörtum sem maður hefur verið að skoða, að sko bæði þessuna hugsaði oft sko að tækni er sko ofmetin og vanmetin á sama tíma, sko við erum oft einhvern veginn svona föst í millibilinu að hérna uh, hvað segja, að hérna í, að svona, hvað er svona, gut feeling sem maður er oft eitt í svona detective myndum og einhverju svona og eitthvað, að sko hvort að það sé, auðvitað er það sumstaðar það sem að, og ég stundum tala um það að human in the loop er miklu flóknara vandamál heldur en margir halda, til dæmis ef þú ert með skákbot sem er núna keyrður af svona neural network módeli sem er með 3500 elóstiga eða ég man ekki 3400 eða eitthvað. Magnús Carlsen er með 2800 sem er hæsti skákleikmaður sögunar, að ef þú myndir alltaf þetta human in the loop á það,
þar sem þú ert bara með rosalega skýra tölfræði og yfir sko, milljónir skákleikja eða þúsundir skákleikja að þú veist, hvar verður þá villan gerð, sko. Mhm. Það varstu búin að setja einhverju greið mannesku þarna inn í einhverja lúpu þar sem er bara, já, það er þetta er svona hérna, kritískasti failure point, sko. Mm. Uh, og svo er það líka, Þetta meina þá að manneskjan gerir mistökun. já, veist, ef að Já, tölvan segir, ég ætla að gera þennan skákleik, já. að manneskjan segir, nei, heyrðu, hérna, ég er ekki hrifin af þessum skákleik, ég ætla ekki að leyfa þær að gera hann. Mm. Veist, af því að þú ert ekki, veist, hvað ég segja, þú hefur bara ekki sömu vinslugetu eða Mm. þekkingu á skák eins og vélinn Mhm. gerir. Þetta var nú áhugavert þegar hérna, mann ekki hvað er mörg ár síðan að tölvan vann heimsmeistarin í Go sem er einhver borðspil svona sko, skák nema miklu miklu flóknara að þá minnir að hafa nú verið í þeim leik að þá kom tölvan með sko leik sem að allir heldu að væri sko algjör afleikur um, í miðjum leik Það er en, Move en 36 eða eitthvað leis. Ég held já, að það er bara þetta var eitthvað eitthvað hvað. svona Já, já, og bara, tölvan er bara út á túnni og svo náttúrulega endaði tölvan með að vinna og hérna, svo fóru þeir að greina þetta eftir og sá að þetta var einhver algjör snild já, um, þannig að þetta er sko þeir eru að hugsa gut feeling og taka ákvarðanir umfram gögn uh, það fer líka eftir bara sko hvað það er kannski afstætt hvort þér finnst það að vera gagnadrifið eða einhver gut feeling þarna gætur þú sagt tölvan var með eitthvað gut feeling en mögulega ef þú horfir á það kannski bara sko að frá öðrum sjónarhóli öðrum meginn frá að þá var þetta bara eitthvað hún hafði bara var betri að vinna tölfræði gögn og vinna einhverja tölfræði upp á gögnunum sem hún var með já, til að taka hana leik sem hún er sér hönnuð í. Mhm. En og það, hérna já. en það er nefnilega sko hugtak sem ég er að þróa á vinna þess með sem ég kalla nefnilega sko ábyrgðarþoka. Hversu ábyrgðar þoka já, Ábyrgðarþoka. já, Og, þú veist, og ábyrgðarþokan hefur bara svolítið svona verið að myndast undanfarna áratvíi bara eftir því sem kerfin okkar verða flóknari. Það er mm, þú ert með fleiri einstaklinga innan kerfisins og svo ertu komin með fleiri einingar og svo ertu komin með svona einhverja híarkíu og ólíka þætti fyrir ákvarðanatöku, ólíka ferla og eitthvað svona og á endanum verður þetta orðið mjög svona hvað segja, þú getur einhvern veginn verið í aðstöðu til þess að bara svona ok, mm, ég bara veit ekki, það er eitthvað vandamál, það er einhver áskorun sem við erum að vinna áfram en ég bara kem því, þetta er svona kafkaísk, þetta er einhver útfærsla mm. af kafkaískri martröð, sko. Þú er bara fastur einhvers staðar Já, og eftir að meina að það séu svo margir sem að þurfa að koma að til að taka ákvörðunum og fara áfram eða, já, það er bæði það og líka bara að sko, einhver svona edge case þú veist, mm, að það er engin svona skýr ábyrgðarkeðja og já, það geta verið síðan einhverja nefndir eða vinnuhópar eða eitthvað sem þurfa að taka mál fyrir og kannski enginn í þeim hóp hefur þekkingu á málum, þú veist, ég er ekki að segja að mm, gamli forstjórinn sé bara lausnin, sko, alls ekki já. Þetta er en náttúrulega já, þetta er fyrirbyrði er svona svipað fyrirbyrði að kalla diffusion of responsibility á já, ensku það er kannski það já, sem þú ert að vísi í eða ja, þetta er svona þetta er líka, ég nota líka hugtak sem að kom eftir hérna Challenger-slýsi sem heitir Normalization of Deviance. mm, Það er svona, þú veist, en það tengist, þú veist, diffusion of responsibility líka, sko. mm. Ég held að væri búin að finna eitthvað svo gott íslenskt orð fyrir það með þessari ábyrðar þóku Já, ég var búin að finna íslenskt orð fyrir hérna Normalization of Deviance það var hérna Já, vanhelgun, venju, venjubundin vanhelgun eða eitthvað. já, sem er svona svipað óskiljanlegt og upprunnilega enska hérna Uh, já, mögulega neða, sko, mér fannst ég útskýra þetta vel að því ég notaði þetta þegar ég var að kenna sjúkraflutningamönnum. Þess að mm, við athugum alltaf batterið á hjartastöðutækjunum á mótnana. mm, Ég vann í 16 ár og það var aldrei
batterislaust. Það var mm, aldrei, það var bara alltaf batteri. Þannig að hefði ég eftir 10 ár í starfi, hefði ég bara hætt að tjekka á þessu. Bara mm, þetta er alltaf í lagi. Ég þarf ekki að tjekka á þessu. já, Þú veist, og bara, svo hefði ég kynnt einhver nýlega eitthvað svona, bara, já, ég veist, ef við kíkjum stundum á þetta batteri, það bara, þetta er alltaf í lagi, sko. Svo lendir maður í mhm, því, út á vettvangi, að það væri batterislaust, af því að það myndi allir vera búinir bara að, það væri komið bara svona stemming í hópinn að, neða, batteri er alltaf í lagi. Og yfirleitt er þetta eitthvað svona sem að er vegna þess að þetta er í lagi, vegna þess að það er alltaf einhver sem tjekkar á þessu mhm, og hann tjekkar alltaf á þessu og þetta er í lagi og svo kannski einu sinni á einhverju vikna fresti eða eitthvað þá þarf einhver að gera kannski eitthvað eitt handtakt til að laga þetta en ef hann hefði ekki já, gert það þá hefði þetta verið kannski eitthvað svona mission critical eins og gerist í Challenges-lýsinu óringur sem að mhm. klikkar sko. Já, þarna er dæmi um eitthvað svona gut feeling hefði getað sagt þér bara æ, þetta er alltaf í lagi en svo Já, ef þú gerir reikningan og segir, þú veist, ef þetta er ekki í lagi einu sinni á 30 ára fresti í 0,1% tilfella mhm, þá geti manneskja dáið já, skilur. Þá ertu komið með einhverja tölfræði sem að já, já, sýnir er sko, getur sett þetta upp í einhverja heilsu og hagfræði, bara hvað það kostar þig mikið skilur, að klúra þessu einu sinni á 30 ára fresti já, já, uh, og færði þá bara beint í andlitið og tekið gagnadrifna ákvörðun um það að hérna ef ég hvað það er í já, gagnadrifin svona tölfræðileg sko. já. En þá Já, er einmitt sko, þá er akkurat sko hugmyndin með að, þú veist, út frá þess að ef að innleiðing á til dæmis spunagrindar lausnum uh, einfaldi störfin eða sem sagt að þú veist, það sé búið að útvista einhverju hugsun til tölvunar og svo líður tíminn og þá kannski er enginn akkurat sem að mann nákvæmlega upphafi hvernig það hafi verið sko. Þannig að það mm, verða allir orðið svo háðir já, módelinu já og það það er sé talað um svona þetta já, actual danger sko. það er talað um þetta með sko kjarnorkuveldin að það taki bara eina kynslóð sko að tapa niður kjarnorku þekkingu þjóðars Ok, um, af því að bara þetta er svo mikil og flókin þekking að ef þú ert ekki að viðhalda henni í einhvern bara ótrúlega stuttan tíma, ég man ekki nákvæmlega hvað það er sko, bara einhver eina mm, kynslóð ef þú missir heila kynslóð úr því að endurmennta eða sem sagt taka inn í þessa þekkingu að þá bara sé þekkingin horfin sko. já, Þannig að svipað með þetta sko, að hérna við, við verðum hugsað til hinnar stórkostlegu bíómyndar Idiocracy, ég veit ekki hvort þú hefur séð hana jú, 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 það sem að þau framtíða mynda sem að allir eru orðnir mjög vittlausir og hérna þau eru að vökva akkarana með Powerade minnum mig já, 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 ég tekki bara þetta var já, svona einhverjum svona orkudrykkur, einhverjum orkudrykk og þá var sem sagt búið að tapast svo þekkinga og ættir að vökva með vatni já, uh, og þau eru þarna, það eru brjóðlega þurrkar í gangi og hún er hún er ekki alveg að fyndin í minningun sko, ég pröfa og í minningunni sko, ég pröfaði að horfa á hann nýlega og hún er ekki alveg að góð og með myndi en samt svona skemmtileg spegill á nútíma samfélag já. Hérna, ég mitt að horfa akkurat, hún er ekkert eldsneitt sérstaklega vel, en það er samt alveg, það er ógeðslega, þetta er mjög skörp ádeila, sko. mm, Og þess vegna held ég að, sko, þess vegna held ég líka að því ég segi stundum sko, ein, ég vona að, sko, eitt mikilvægasti lykilmælikvarðinn fyrir flest störf verði að fækka músaklikkum og mm, fækka tíma fyrir framann skjá. Ég held að þessi svona, og þess vegna segi ég oft í verkefnum sem ég er að stúsa og svona, ok, ef það skapast tími, ef að einhverju verkþættir taka minni tíma heldur en áður, hvað ætlar að ráðstafa tímanum í? mm, Og það, veist, eins og til dæmis, það eru NASA eru með sko svona greiningarferil sem eru að mæla sko cognitive load af vinnu. mm, Að þú veist, þó þú sett kannski búin að stytta tíman sem fer í einhvern hérna, verkþátt, þá er það kannski bara þess eðlis að þú ert að bera mikla ábyrgð með þessu verkþætti og svona, þannig að það er ekkit endilega gott bara endilega vera alltaf að bæta og bæta við þig, sko. Þannig já, að þú sett bara orðin einhver svona avatarkall í einhver svona búning sem getur borið bara alltaf 300 kíló, sko.
Já, þetta er líka sko, ef þú hugsaður um eðli verkefna í vinnu, einmitt á þessum skala, sko hversu svona kognitífli auðveld þau eru og upp í að vera mjög kognitífli og bara tilfinningarlega erfið. Sum Mhm. verkefni, skilur þú ert að taka einhverja, það er einhver svona hápressa, þú ert að taka erfið ákvörðun í einhverju svona samhengi, þú ert að díla við fólk og það bara tekur mikið á einhvern veginn að gera það. Ef þú myndir sko, einmitt eins og þú segir, sko, ef þú tækir burtu öll auðveldu verkefnin, þá Já, getur ekki verið í 8 tíma á dag í þessu umhverfi. Og, akkurat. og til að taka það lengra, þá er líka bara, fólk er mjög ólíkt hvernig sko, bæði, sko, hvernig það höndlar svoleiðis álag og bara, sko, hvað ég að segja, um, hvað kapasitet þetta hefur til þess að, sko, starfa í slíku umhverfi. Mhm. Að, sko, þeir svona, veit ég, sko, að orða það vel, að yfirmenn eru ekkert að, sko, drukkna í fólki sem er tilbúið að, sko, sinna um, erfiðustu verkefnunum, eða sem hefur getuna í að sinna erfiðustu verkefnunum. Mhm. Um, þannig að ég veit ekki hvort það sé raunhæft þetta með að við ætlum að taka bara burtu einföldu verkefnin, þannig að allir geti verið að sinna rosalega high level og flóknum og skemmtilegum verkefnum, sko. Akkurat. Ég óttast það alveg að það verði bara kannski einhver hluti fólks sem að slík störf henda ekki. Ég held það sko nefnilega og að því að mér finnst svo óbúslega mér finnst ég búa svona óbúslega vel að þessari reynslu að hafa verið í neyðarþjónustu eða svona viðbragðsþjónustu í 16 ár. uh, og eitt af því sem að, svona, að því að þú veist það er mjög misjæmt álag. Þú veist, þú mætir ekki í vinnuna og það er bara skipulag allan daginn, sko, ekki nema á sér þetta að fara í einhverja millistofnumflutninga, jú, sem eru þá ekki í akút fasanum, sko, sem er Mhm, það kannski bara bíltúr til Egilsstaða eða sjúkraflug allan daginn eða eitthvað. Uh, en svo inn á milli náttúrulega koma þá erfið tilfelli, bæði líkamlega, andlega og allt það. Að það er svona, þú veist, það verið örgulega áhugavert, sko, ef maður hefði tekið tölfræði af dögunum sínum, sko, eða svona skatterplott mhm, af sko, álagspunktunum, en einhvern veginn fannst mér það og ég átti að vera að velta því fyrir mér, sko, að þú veist, ef það er svona baseline, þessi baseline vinnudagur, þá ættir það þurfa að vera með svona 70% álag. Þú mhm, veist, þá ættir að hafa alveg svona gott svigrum innan dagsins og svo nokkur reglulega, þá þarf þetta að vera 120%, mhm, en þú þarf að vita að þú munt aftur fara niður í 70%. mhm, Og vegna þess að ég held að sko allan og maður hefur fundið svolítið bara fyrir því svolítið sjálfur að það er rosalega auðvelt að vera bara 100% alltaf sko. já. Ég meina, nú eru, sko, að því að flugumferðarstjórar eru í deiglunni þessa dagana, Mhm. það er dæmi um stétt sem að, sko, þarf að taka vaktir bara eins og sundlaugaverði líka og Mhm. alls konar svona stéttir sem að bara, þú getur ekki verið með þennan 100% fókus í 8 tíma stanslust, sko, þannig að það eru bara sett, það er mitt, sko, vaktir eða svona, sko, hvíldartími inn á milli til þess að, til þess að jafna þetta út. Mhm. Til að draga það saman vegna þess að ég held að þetta sé alveg óbúslega áhugaverið punktar sem við erum búin að snerta á núna undan þarna mínútur er að sko, þegar það verður að tala um þessa umbreytingu á vinnumarkaði þá er hún miklu stærri og flóknari heldur en einfallega innleiði einhvern chatbot sko. Mm, algjörlega, sko. Vegna þess að við getum verið sammála um það og mér finnst við verið alveg sammála um það að tæknin getur liðka fyrir og einfalda sum verkefni, jafnvel sjálfvirkni vært eitthvað og sjálfvirkni vært stóran hluta af öðrum verkefnum, að þá breytist eðli verkefnuna einmitt og þetta var svo gott Mhm. sem þú sagðir einmitt að þú getur ekki bara glímt við erfiðustu vandamálin í 8 tíma á dag sko. Mm. En þá er einmitt spurning, skilur við, hvenær ertu tilbúin að minka, ætlar að stytta vinnudaginn niður í 4 tíma eða vinnuvikuna niður í, sko, 20 tíma, um, eða ætlar að hafa, sko, helming þjóðurinnar ætlar að hafa hérna einhverja svona
10% topp performera þjóðarinnar sem er í vinnu og hina ekki, eða þú veist, hvernig ætlar að dreifa þessu þegar það eru færri verkefni, sko. En þú ert bara með flóknu verkefnin eftir, ætlar að deila þeim jafnt á alla, eða verður bara einhver svona yfirstjætt, einhverja sem getur sinnt þessum flóknu verkefnum og hinnir eru bara, sko, þá eftir í hvar þú lendir annað hvort á atvinnuleysisbótum eða hérna einhvers staðar að skrifa ljóð og mála myndir út í móa, sko. Já, nú veit ég ekki hvort þú hafi sko hlustað á hlaðarpið sem ég tók við Jónatan Sólon í fyrra. Nei. Hann er að skrifa hérna doktorsverkefni sitt í heimspeki, hann er með meistaragráði í starffræði held ég og það var mjög áhugavert vegna þess að hann er að skrifa doktorsverkefni sitt um frelsi frá vinnu. Mm. Hann er ekki sko, hann er ekki að hugsa sko frelsi frá, hann er ekki endilega að segja sko það þarf enginn að vinna. Heldur meira sko að þú veist, þessi meira að þú sért ekki undir svona, hvað sé það sé ekki þetta vinnusamband sem að er ansi víða í dag er þannig að þú ert sko algjörlega háður atvinnureikandanum þínum Mm. að þú verður bara að bukta þig og beygja yfir öllu sem að er vegna þess að ef að þú segir upp eða eitthvað þá ertu bara búin að setja allt í uppnám Mm. og, og hérna það sem er sko frelsi frá vinnu, frelsi til að vinna. Mm. Uh, og svo setti ég nú sko 15. ágúst 2025 að þá skrifaði ég blogg og ég ætla bara að lefa því að standa vegna þess að þar spái ég borgaralaunum í öllu nema Mm. nafninu til fyrir 2032. Þau mun aldrei heita borgaralaun. Og pólitískt hlaðið og mikil saga. Já, ég held að það er bara allt of skautað og þegar maður horfir breytt yfir sviði, sko, bara maður horfir á framleiðslu, þar sem að sjálfvirknivæðing hefur verið mjög mikil undanfarna áratí, bara með, þú ert með stærri frystihús, þú ert með stærri vinnslur í kjöti og öllu og margföld afköst en, en fjöldi starfa sem að fylgir framleiðinni helst ekki hendur, sko. Mm. Heldur bækkar alltaf höndunum og meira þessi talaði við hérna stéttarfélagsfrömmu hérna sem að þau heldur ráðstöfnu fyrir mörgum ára síðan bara hvert fóru störfin það hafa svona Mm. ákveð svona, kannski svona blue collar layer svona sérhæfð versmiðuvinna sem varst að vinna við einhverja vél eða eitthvað sem bara þau eru ekki til Mm. og, og þú veist, bara svona maður er alveg pínu meðvitað um að það eru líklegast einhver störf sem að munu breytast það mikið að eftir kannski 10-15 ára þá er bara enginn að sinna þeim í því sko, hvað segja, á þeim, með þeim hætti sem við erum að gera í dag. Já, ég held að sko það er talað um að fólk upplifi breytingar, sko, það horfi eins, sko, hugsi um breytingar eins og það gerist línulega en það gerast veldissýfislega. Mhm. Sem sagt, það verður alltaf meiri breytingar með hverju árinu. En kannski hlutfalllega er þar, ef það eru 10% breytingur í hverju ári, þá er þetta alltaf sama hlutfalli hverju ári, en fallið vext á veldisvísislega. Og með þessu mun á hvernig við hugsum að þetta sé línulegt, en þetta er raun veldisvísilegt, að þá sko vannmetum við sem sagt, ofmetum skamtíma áhrifin en vannmetum langtíma áhrifin. Þannig að við erum alltaf að hugsa, vá, ef þetta heldur áfram þá eftir 2 ár, þá verður bara, eða 5 ár, þá verður orðið alveg svakalegt. Mhm. Svo er það kannski ekki aldrei, en 10-20 ár, þá ertu komið með hann veldisvöxt í breytingum. Þannig að sko það er rosalega erfitt að ímynda sér einhvern veginn hvað hlutinni geta breyst mikið á 10-20 árum. Um, og svo á móti líklega gerist miklu minna á 2 árum heldur en fólk spáir, sko. Þegar ChatGPT kom fyrst út í almenna nótkunn, hvað er ekki nánast akkurat 2 ár síðan, Jú, um, að hérna, eftir nokkra daga. já, hvað var það, 2009, Tu- 30. þegar var það í nóvember, byrjun Var ekki nóvember. 20. nóvember, 22. nóvember. Já, já. Að þá hugsuðu held ég margir bara, já, nú fer þetta alveg bara spólar hérna alveg upp í rjáfur, sko. Svo gerðist það auðvitað ekki. Uh, en kannski breytingarnar verða líka á einhverju svona, verða ekkert endilega akkurat eins og þú sást fyrir þér,
en þær verða kannski bara einhvern veginn annar staðar. Mhm. Uh, þannig að það verða kannski alveg rosalega mikla breytingar en bara af því að það er ekki breytingar þess sem þú varst að vænta, þá finnst þér ekkert hafa breyst. Um, Nei, nei. og ég held að sé rosalega undiralda í þessu. Mér finnst þetta að vera algjör eðlismunur á því hvað er þetta að gera með þessari tækni og svona hvert er þetta að fara með hana. Ég sko byrjaði í námi í gervigreind, fór í meistaranám 2016 eh, og þá var sko voru tauganet og deep learning á algjörum ennþá á svona byrjunarstað. Það voru einhver svona fikt verkefni komin fram, hvort að Mhm. OpenAI hefði ekki verið stopnað einhvern mann kringum einna tíma. Það voru mikið einhver svona vídeo sem voru svona meira eins og svona einhver svona ofskynjuna tripp. Það Já, voru svona vídeo sem að komu kannski einhver svona andlit út úr trjánum. Það var bara eins og einhver svona sýrutripp sko. já, já. Uh, og, og á þessum tíma var ég allavega að hugsaði bara eitthvað, það verður ekkert úr þessu eitthvað. og svo bara meðan ég er í náminu að þá bara á örfáum árum að þá breytist þetta landslag gríðarlega mikið og svo var ég að tala, það var einn sem var að byrja hjá okkur sem sagt, fór í sama skóla og var að klára núna og hann var að tala um að það er bara sko tvöfaldast magnið af nemyndum á hverju ári eða eitthvað í bekknum Mhm. og þannig að bara frá því að ég byrja í þessu námi 2016 sem er þá 9 ár síðan að það voru alveg gríðarlegar eðlisbreytingar á einhvern veginn á væntingunum sem maður hefur bara því að allt í hennu voru leyst einhver vandamál sem að maður sá að væru algjör stoppir fyrir því að geta haldið áfram um, sem að var einhvern veginn þetta hvernig ætlar að breyðast við þessum ófyrirsjáanleika uh, Já. gervigreind snýrist ennþá mikið einmitt bara svona talnanlega spálíkun og reyna að setja upp einhverja rökfræði sko. Í þessu námi sem ég var í það voru þetta alltaf gamaldags og voru mikið að pæla í einhverju svona rökfræði uppsetningu sko. Það var kallað meira sem þá kallað good old fashioned AI um, Já, já. og en svo reyndar var hún ákveðin uppreisn æru fyrir því náma því að sem sagt, það sem að ég trakkið sem ég var á línan hét Intelligent Agents uh, Ah, þannig að við vorum að þarna setja upp sko svona agenta kerfi já. sem að er alveg áratuga gömul fræði sko, hvernig agentar taka ákvarðanir og nema það sem vantaði alltaf þar var svona hvernig átt að skynja fjölbreytileika heimsins. Heimurinn er svo flókinn að þú veist eiginlega ekki hvernig þú átt að skynja hann, skilur. Það kallað þarna frame problem. Hvað ætlar að skynja hann djúpt? Hvað ætlar að greina hann mikið áður en þú tekur ákvörðun? Uh, Akkurat. og svo einhvern veginn komu bara þessi líkön og að mörgu leyti náðu að leysa það vandamál. Og svo fljótlega eftir það, ég held að það var í mars í fyrra, það var 1,5 ár síðan, þá sá ég fyrst svona búið að það voru aðalega farin að splæsa sko saman þessum gömlu agentakerfum og sko risamálíkonunum. Þannig að Já. risamálíkonunum voru þarna partar til þess að taka ákvarðanir það sem rökfræðin mikla ekki sens til að gera en við Mhm. vorum að byggja á þessum kerfum. Og svo er þetta náttúrulega komið lengra í dag í þessi multi-agent systems sem er alveg bara heitasta topic ársins sko Já, já. í Og bransanum, agentar og svona. og ég held einmitt að þarna kemur að því sem að mér finnst mest spennandi í svona, ef ég er að hanna eitthvað að þróa og bara sem ég sagði við hérna rétt áður en við fórum í upptöku hérna í hinu stúdíun, áður en ég resettaði tölvuna og færði mig síðan hinga, að hérna, ég er búin að breyta ritgerðinu minn í svona grafískan gagnagrunn í Neo4j, Mm, sem er þá bara í raun og veru, þú veist, robust gagnagrunnur í grunninn, bara öðruvísi uppsettur heldur svona hefðbundin SQL töflu gagnagrunnur. Og þannig að þegar ég er búin að fara yfir það allt saman og komið það, þá verður rosalega gaman og er bara núna gaman að skoða hann með sko mállíkani on the top sko. Og mm, mállíkani er þú veist, partur í kerfinu, en kerfið getur líka verið þú veist, staðið án þess. Þú veist, að það sé ekki endilega, þú veist, það stendur ekki og fellur með mállíkan. mhm. Og svo á Já, ég líka
get hérna auglýst það sko að hérna á GitHub hjá mér þá er ég með open source hérna agent kerfi sem ég bjóð til fyrir ráðstöfni í sumar sem er notað bara on-prem módel, þú getur bara notað á módelin sem keirir á þinni vél og Mm. þarna getur búið til sko ævintýralegustu hallucinations ever sko. Af því að ef að fyrsta módeli hallucinator og sendir það svo til gæjan sem á að leita á netinu það Mhm. verður bara eitthvað svona algjört kjaftaði til sko. Já, já. Já, en já, það verður einmitt algjörð kjaftaði en líka bara möguleikin til að búa til kjaftaði, skilur. Það er, Já, já, það er líka bara framför, sko. það er framför Og af því að ég er með þess að þetta eru meðal annars reasoning model sko, þannig að maður sér þú veist, þau skrá allt sem þau eru að gera þannig að maður getur séð hvenær þau fara út af sporinu sko. já, 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 Þannig að ég sá einmitt demo af Claude Code um daginn, um, þar sem að var búið að svona leifa honum dálítið að forrita síður, sko, og bara svona ítra sjálfur og hérna fær bara dálítið frían access í svona virtuáli vel í skél. mhm, Og þar gat hann búið til alveg ótrúlega mikið kjaftaði sko. En samt einhvern veginn það að gefa honum frelsi til að taka alls konar ákvarðanir og skrifa kóða og svo leis það kom alveg stórkostlegar útkomur úr því og þótt að það make ekki sens í dag þá finnst mér samt vera svona þú ert með aflið já. þú ert einhvern veginn skilur við erum búin að finna upp eldinn og þú veist við erum búin að finna upp hvernig þú ert að kveiki í bensíni en þú ert ekki alveg búin að smíða hérna sprengi í hreyfla vélina eða hvað sem þetta heitir, sko, combustion engine. Nei, en það er um, alltaf eins og öll mín forritun gerir ég með Cloud Code og það er bara, það er hellingsvinna að búa til skjölin sem að hann þarf að fylgja sko, því að já, ef maður gerir það ekki þá fer hann bara og getur gert einhverju breytingu og einhverju sem bara brýtur allt sko. mhm, En svona kannski að lokum að þá líka því að hérna að við erum að tala um verkefni og ég ætlaði að klára að skrifa bloggið um það þannig að ef ég segi frá því hérna núna þá nefnilega verður það til sjálfkrafa. Það er vegna þess að eitt einfalt dæmi um einhver svona gagnavinnslu með generative AI eða skapandi gerfugreind, spjúnagreind er það að ég nota það við úrvinnslu á þessu hlaðvarpi. Að mm, ég tek sem sagt MP3-fælin sem að verður til og set hann inn í hérna, nota Gemini 2.5 Pro að það er með stærsta kontekstgluggan og svo er ég bara með system prompt sem sagt, greina þáttinn það er bara greining fyrir mig þú veist, og úr því fæ ég líka sko, ég fæ bara svona nokkuð ítalega greiningu bara hvernig hérna, við stóðum okkur og eitthvað svona það er ekkert gert opinbert uh, svo er líka sem sagt, valið lag þáttarins eitthvað raunverulegt lag sem að Gemini velur bara út frá þema þáttarins það verður líka til prompt fyrir image generation út frá sem sagt, þættinum og svo er ég með annað prompt sem að kerist og þá fæ ég þú veist, drög að þú veist, þáttarnótum þú veist, sem er þá bara grunnurinn að bloggi þennan þátt þú mm, veist, þannig í staðin fyrir ég þurfa að dikta þetta nú svona einhvern veginn já, allt fínt og flott upp og fyrst gerði ég þannig ég kerði í gegnum sko speech to text en núna bara hendi ég MP3 fælum í Gemini og hann bara ruslar þessu út úr sér sko. já, það er alveg magnað sko. Það er einhver laust frá hérna miðin líka sem hefur pröfað hana til að þú getur Hreimur já, til að hérna þú getur hlaðið upp hljóðskrám og fengið hann dikta en þetta er kannski aðeins og langur fell, stór fell til að setja þar inn. það er líka á open source og GitHub hjá mér þar sem að það er eða færiðingur sem að fine-tunaði hérna Whisper model á íslensku Mm, og það er alltaf að gera það bara speech to text locally og það er eitthvað sem við höfum verið að nota hérna upp í háskóla líka bara því það er alltaf full privacy sko. mhm. Það er alveg ekki Eitthvað sem eitthvað að já, hvað segirðu? kláraðu Nei, ég ætla bara að segja það er svo skemmtilegt og ekki að sjá alls konar fólk vera að gera, þróa alls konar hluti uh, einhvern veginn, svona litlar lausnir og fínþjálfun og eitthvað og það er svo mikil tækifæri fyrir þau sem eru forvitin sko og hérna að pröfa að gera eitthvað eins og nú hefur ég séð á LinkedIn eitt sem er að þróa svona OCR-módel fyrir íslensku sem hefur sárvantað mm -hmm. og, Já, og hérna
og bara hefur vakið allavega mína athygli Mhm. og það er svona, það er yndislegt að sjá fólk að þróa lausnir út kvipan og kvapin, sko. Algjörlega, algjörlega. Þetta er, þetta er ótrúlega skemmtilegt. Takk hérna fyrir bara mjög áhugað spjall. Það er hérna, þetta er svona, þetta var svona, sé, sko, á þessu sísonu þá byrjaði ég að tala við sálfræðing, svo töluðum við upplýsingafræðing og núna hérna, hvað, þú veist, þú ert meistaragráðu í Gervigreind. gervigreind? Já, Já. Og ertu starfsheitið þitt, sko, ertu gervigreindar sko, sérfræðingur eða hvað? ég byrjaði sem gervigreindar sérfræðingur, svo fór ég nú, titill minn núna er vöruþróunarstjóri. Vöruþróunarstjóri. Já, geggja. Það hérna, þetta er skemmtilegi tímar og ég held líka að maður má ekki, sko, maður má ekki vanmeta það að fá að vera þáttakandi í svona byltingur, sko. Já, Þó þetta sé ekki alltaf þægilegt. ég er ofbúðslega þakkláttur. Ég er að fá að gera núna, sko, ég flutti heim 2019 og byrjaði þá í Advani og þá vorum við alltaf að reyna að gera það. Sko, það sem við erum að gera núna er allt sem okkur dreymdum að gera þá. Já, Og núna, 6 árum setna, er þetta bara allt, það er allt að gerast núna. Eh, Þannig að þetta er svo oft breytingar að taka örlítið skemmri tíma en maður heldur, en já. svo þegar að byrja þá alveg brunaður á stað. Ég segi stundum fólki ímyndaður ef þú færir tækir bara símaði núna með Gemini og ChatGPT og Perplexity og allir þessu og myndir fara 5 ára aftur í tíman. Þú verður öflugast af manneskja á jarðkringunni, sko. Já. Sigur Róli, takk hérlega fyrir spjallið og hérna bara virkilega gaman að sjá þig